Nú ætlum við að halda áfram að skoða. Það sem við ætlum að kíkja á í þetta skiptið er hvað gerist þegar það er tala og svo ekkert merki fyrir utan svega. Það að það sé ekkert merki hérna þýðir í raun og veru að það sé margföldunarmerki eða sunnumerki hérna á milli. Það þýðir að við þurfum að margfalda töluna fyrir utan svegan sem er í þessu tilfelli 3 við báðar þessar tölur. 3 sinnum x, hér er í raun ekki tala, það þýðir 1. Þá gerum við bara 3 sinnum 1, það er 3. Hér er ekki x og hér er x, 1 sinnum x er x. Merkið heldur sér. 3 sinnum 2 eru 6, ekkert x, máli leyst. Það er hægt að setja þetta upp á fleiri en einn veg. Ég ætla að sýna ykkur aðeins aðra leið, gefum við nákvæmlega sömu niðurstöðu sjálfur sér. Og það er í staðinn fyrir að teikna örvarnar, þá ætla ég að skrifa hérna bara sinnum 2, sinnum 2. Ég er að gera alveg það sama, ég er að margfalda með tölunni fyrir framan við það sem er inn í sveganum. 2 sinnum y eru 2 y, mínusinn heldur sér, 2 og 2 eru 4 og ég er búinn. Þegar við fáum bókstaf fyrir utan svegan, það breytir í raun voða litlu. Við gerum þetta alveg eins. Margföldum inn í x í öðru pluss 4x, því að x sinnum x eru 4x. Þegar ég er með tölustaf og bókstaf beggja vegna eins og ég er með hér og hér, þá margfalda ég fyrst saman tölustafina. 3 × 2 eru 6, x sinnum x er x í öðru, mínus 3 × 3 eru 9, x öðru megin, ekki hinum megin, það er bara x og málið leyst. Þetta er í raun ekki flóknara en þetta. Það sem við ætlum að gera núna er í raun og veru þveröfugt. Nú ætlum við að þátta eða taka út fyrir svega. Oft talað að taka staðista sameiginlegan þáttin út fyrir svegan. Þá byrjum við að skoða, er x báðum megin? Nei. Er tala öðrum megin sem gengur upp í hina? Já, 3 gengur upp í 6. Þá ætla ég að taka 3 út fyrir svega og þá reyni ég að útbúa, aðtúa með hverju þarf ég að margfalda með 3 til þess að fá 3x. Það er x, því að 3 sinnum x eru 3x. Svo setjum ég merkið sem bara á milli, 3 sinnum hvað eru 6, það eru 2. Því að ef ég myndi svo margfalda inn í aftur, það er að segja, fara tilbaka, 3x, 3 sinnum x eru 3x, pluss 3 × 2 eru 6, þá fæ ég sjá því það sama og ég byrjaði með. En þetta hér er í raun og veru svarið. Ég get hins vegar alltaf þegar ég er að þátta eða taka út fyrir svega, þá get ég prófað með því að margfaldinni aftur hvort ég gerði rétt. Sama hér, 3 gengur upp í 12, þá tek ég 3 út fyrir svega, 3 × a eru 3, mínus 3 × hvað eru 12, 4. Hér gengur 6 ekki upp í 9, þá þarf ég að finna tölu sem gengur upp í báðar. Það er 3, gengur 2 sinnum upp í 6, svo bæti ég x-inu við, 3 sinnum upp í 9 og ég er búinn. Ef ég margfaldi inn í þetta aftur, þá fæ ég aftur það sem ég byrjaði með. Sama hér, 4 gengur ekki upp í 6, en 2 gengur upp í báðar tölunar. Þá er það 2y pluss 3. Af því að ef ég margfaldi inn í 2 × 2 eru 4 og 2 × 3 eru 6. Af hverju erum við að þátta svona? Jú, það er vegna þess að stundum hjálpar það okkur við að einfalda dæmi. Þessi dæmi hér er ekkert árennileg, en ef að ég þátta það sem er upp á strikinu, tek 4 út fyrir svega, þá verður eftir x pluss 4. Ég þátta þetta á það sem er upp á strikinu á nákvæmlega sama hátt og ég var að sýna ykkur áðan. Nú, af því að hér á milli er í raun og veru margföldun, þá má ég stytta þetta út. Og þá verður bara x pluss 4 eftir.
þarf ekkert að hafa sviga utan þegar það ekkert annað til staðar. Sama hér, tek 50 út fyrir svigan, stytti út, það verður eftir a plus 2. Þá er þessu lokið.